velkomin Sunneva. Æ, takk fyrir það, takk fyrir að fá mig. Já, ekkert mál. Pældi, þú ert búin að bara óleitt bara allan tíma sem við með þetta podcast. Það sko þannig. Já. Bara þegar við vorum að kaupa í settu okkar og gera græja og eitthvað. Þá varst þú að tilkynna mér það. Já. Og þú postaði vídeóin daginn. Heyrðu, ég gerði það. Já, loksins. Loksins. Svo sætt. Ég er búin að bíða eftir að gera og svo loks skipti ég síma. Já. Hefði ég gert það í gamla símanum mínum? Þetta er bara, hann var bara, þú veist, það var ekki daganum, nema hann var orðin bara svo hægur. Ég var alltaf að fresta þessu að því að bara, já, þetta tekið mér svo langan tíma. Ég veit að það er ekkert verra en að vera með leiðilegan síma, sko. Já, það var bara það, sko. Já. Svo bara var ég í betri síma, þú veist, komin nýri gerð og þá var ég bara, ok, þú veist, gæti klárað þetta af. Finally. Og þú eru kannski að posta af mér inn á teboðið. Já, getur það gaman. Já. Ég zoomaði samt bara svona inn á þig, ég var ekki inn á svo stöð. Já. Þú varst alltaf grútlega í þessi vídeo. Nei. Ég var bara, alltaf því að horfa á þetta vídeo, þá leiði mér eins og mér leið þegar ég fekk umslæg og ég var bara hágrátandi að horfa á þetta. Músa mín, það er líka svo fyndið alveg svona nokkri sem eru bara svona bara completely random í fólk búin að senda mig bara eitthvað vákomið var skaman að sjá þetta og ég var einmitt þegar áður en ég byrsti þetta og postaði þessu þá var ég einmitt að hugsa er þetta eitthvað gaman því að þú veist ég skrifa bara eitthvað bræður mínir að ég er eitthvað svona hófi ég ger eitthvað svo mikið ráð fyrir allir viti hvað allir heita þetta er það ekki þannig einmitt. En maður fattar maður samt ekki bara þetta er örugglega eitthvað vinkonarnar og þetta er örugglega bróðurinnar eða þú veist já, algjörlega, fjölskylda og allt það það hefur verið svo skrítið að vera eitthvað að skrifa eitthvað þetta er bróður minn, hann Ingi Þór eða eitthvað svona Nei, mér finnst ekki trú að vera nöfnin, sko Nei Hvað var svona uppáhaldsreaktionið fyrir utan þig? Engin, sko Engin, ekki ég Jú, mér þakka ekki að það er svo gaman að eiga þetta Já, líka sko, að Gunni tekið upp síman, þú veist, ég sett ekki allt inn en þetta er þannig að það er fyrsta brotið, bara dagsningur sem við komumst að þessu og við erum bara heima í foreldrahúsi á honum og ég beði hann að fara að kaupa af því að eitthvað svona, ég var búin að gruna hann fyrir að kaupir eitthvað við fyrir saman að kaupum og eitthvað svona og svo tekið þetta og svo bara svona, ég basically á þessum myndir nýbúin að leggja þetta frá mér og ég er svona búin að þrjá puttan og leggja þetta frá mér og svona, er að kíkja á þetta og þá kemur bara, þetta er svona digital og kemur bara pregnant og ég eitthvað svona heldur í munninn og eitthvað svona og ég segi, ég veit ekki hvað það þýðir þess að ég kunni ekki sko og Gunni eitthvað þetta er bara hvað þetta þýðir in life já og Gunni eitthvað og ég tekið þetta upp og titra svo klippti ég því að sko næsta setting sem kemur eftir þegar ég er búin að sína hún þetta þá segir Gunni, ég held sér að fara með alveg orðrétti hann segir what the fuck, hvað er í gangi? Ég er líka bara röddinn hans bara sjokkirandi röddinn bara what the fuck, hvað er í gangi? Oh my god, úslega fyndi en úslega gaman að eiga það já, sjúklega gaman, það er ekki allir sem eiga þetta nei, líka því að maður fattar kannski ekki að taka þetta upp að því maður veit ekki að þetta sé ekta skilur, nei, en svona, tilgangurinn hans til að taka þetta upp á það var til að senda ykkur já. til að vera bara eitthvað það heldur hann ólétt byrst að prika eitthvað það átti bara að vera eitthvað sem hann ætlaði að senda út og gera grín sko. já, bara eitthvað jóksnap já, en it was serious þetta var fyndið sko já, bílast en vá, hvernig komast við þangað? Já, við vorum að tala að þegar það kemur febrúar þá styttist í apríl við erum svo gáðar þegar það kemur febrúar þá styttist í apríl ég er svona, já ég er búin að sjá, þú veist, það er margir óléttir á þessu ári og margir búin að eiga svona aðeins fyrir tíman ekki fyrir tíman á hættulegan máta, skilur við já, bara svona aðeins, já en allt innan við 2 vikur að ég held ekki taka mig orðrétt því er svona semi-safe já, þá ertu víst tilbúin þú sem barnaðinni hvernig heldur hún komi? Heldur hún komi seint eða heldur hún bíði, láti bíða sér ég heldur hún komi réttin tíma, Sigga klingsa það já, heldur hún komi bara 15. Sér hvað ég vonaði sko ég er svo óþolumóð já, ég get ekkert beðið ef ég komi dag yfir þá ætlum ég bara að labba besuna sko og er bara já, ég skal koma þér you get out of here já vinkun okkar gerði það já, hún gerði það við vorum bara ég get ekki svo labba besuna hérna, en þú veist ég skil alveg að bara láta á allt reyna þegar maður er búin að vera svo lengi svona. Algjörlega, það er svo margir mánuðir svo margir en þú veist, mér finnst alveg tíminn ekki búin að líða hratt en samt því ég lítið baka þá er samt búin að líða hratt, veist hvað það en samt mér finnst ógeðslega langt síðan það var en mér er samt svo stuð síðan og mikið búið að gerast og ég veit það ekki já, ég veit það ekki þetta er alveg
Já. Interesting. Þetta interesting. En hérna, já, svo líka bara einhvern veginn, kannski þetta öðruvísi núna. Ég að tala þetta við bara random manneski morgun, en hérna, kannski þetta öðruvísi núna því að þú veist, það hefur náttúrulega verið eitthvað svona takmarkanir í gangi. Á þessum tíma sem ég hef verið ólétt. Kannski líður tíminn hægar út af því, ég veit það ekki. Algjörlega. Samt, viðurkenni það. En það samt svo næs að enginn sé að gera neitt. Það málið. Þú veist, þú ert ekki að missa stelpunum út á veitingastað að drekka. Nei, eða þú veist, þið eru ekki að fara til að útlanda í djamferð og ég þarf að vera heima því ég kemst ekki með, skilur. Þannig að vissuleiti. Ég held að þetta sé besti tíminn til að vera pregnant, Það er líka, bara klára þetta af, sko. Já, það er enginn, já, einmitt, í útlöndum með að gera eitthvað skemmtilegt eða fáir allavega. Já, og líka, þú veist, ég hef bara þurft að vera til að heima og þið eru bara með mér. Við erum búin að vera að gera svo mikið saman. Mér þykir óslega vænt þennan tíma sem við erum búin að eiga á meðan stólétt. Þú veist, af því að, þú veist, eins og með aðra vinkonum sem er óléttar, þú veist, það er sumar einangra sér stoltið mikið af því að það er náttúrulega bara einar sem er óléttar eða eitthvað þannig í okkar hópum og það er ógeðslega leiðilegt að líta tilbaka bara, við gerðum ekkert meðan á sóli eins mikið og ég hefði viljað, gerðum maður auðvitað eitthvað en þú veist, mér er svo næst bara við chillum bara kvöldin, bara ger ekki neitt, skilur það ger ógeðslega vænt það sumleiðis og hérna, við erum búin að chilla mikið saman bara heima eins og restina af þjóðinni ger ekki neitt saman, það er svo næst sko, það er svo kósí sko. En þannig að, já, ég er mjög heppin með það að örugglega þegar ég er búin að eiga og svona barn orðið nógu gammalt til þess að kannski fara í börsuna eða eitthvað að þá örugglega vonandi alltaf svona detta í venjulegt venjulegan mót aftur, vonandi we hope so og þá er bara eins og að hafa ekki mista neinu Já, þá er allt vonandi lífið að byrja aftur, skilur eins og vanalega Við höfum mætt aftur á fucking biffan, segjum það bara fucking biffan kannski verður biffin aldrei svo sami Nei, og kannski mæti okkur annað og kannski kom nýr klubbur Who knows? Tebúið þetta opna klubb Ángríns, nei, pældi koktelakluburinn Tebúið Wow Bara svona fancy, allt vel úr svona sketch vibes fá geggja koktela, þetta er ekki svona þetta er ekki sub, skilur Nei Þú þarft að það er dress code Já Wow Okay, þið eru fjárfestar að hlusta Hit us up We got ideas Þú fengið svona litla snittur svona Já Ok, við erum fyrir í veitingabaransan Já, svoleiðis Þið heyrðu það fyrst hér The club Opening up The club Og svo kvöldin, skilur, það var bara curtains down, sko og bara dush en bara svona bara tebúsgestinni sem fá að koma og eru gestalista. Já, Átó. Þarf það að vera subscribe til YouTube til þess að komast inn. Já, halló, allir subscribe á YouTube. Nei, við segjum svona. En hérna, talandum að vera bara hanga heima. Heima ilmurinn frá Laugarspa. Ó, þú pikkar þetta upp. Oh, of course I do. Yes. Það er ekkert betur en að hanga heima í góðri lykt. Nei, sko, ég held ég skilja ekki hvað Oakmoss, heitir hann ekki Potted Oakmoss? Hann heitir Oakmoss. Frá Laugarspa heimailmurinn, hann er svo góður. Þetta er smá svona sexy ilmur, finnst mér. Mér finnst það, þetta er svona pínu, það er svona, þú fær svona pínu rakspíra væp. Hint af rakspíra, en samt svona, þegar maður svona, lappar svona og finnur hann að maður svona, Þetta er ekki svona, hvað kallmaður er hérna? Nei. Þetta er svona, wow, ég var til að bara leggjast niður og chilla hér, skilur við. Þetta er svona sexy, fancy lykt, fattar við? Já, þetta er svona fancy lykt. Þetta er svona, þú veist, eins og ykkur að opna mjög dýran, sko, unisex ilm. Þessi lykt væri inn á The Cocktail Club tebúið, sko. Já, Átó. Já. Þú veist, þetta er 100% bara svona, þú finnur bara svona eins og sérst bara expensive, skilur við. Já. Þið vitið með stundum með svona blómalyktir sem að kannski á ykkur, maður á kannski ykkur ilmkerti eða eitthvað þannig, þú veist, það verður svo þreytt. Já, algjörlega. Og þú veist, það getur orðið svo svona yfirgnæfandi þreytt og bara svona aðeins svo sætt, kannski fyrir stemminguna. Já, allavega fyrir okkur, okkar. Já, okkar taste. Já. En mér finnst þess að Oakmoss stemmingin bara geti passað við allt. Bara þú veist, með ammali heima þér. Já. Þú veist, þetta er bara, og lyktin er bara alltaf heima þér, þú veist, við taka út bara sérstaklega fyrir ammali. En ég tala þessu með cozy chillkvöld, þessi lykt passar. Þú veist, með gesti, hún passar. Það er alltaf stemming fyrir henni. Svona, þú vilt að þessi lykt sé þegar fólk labbar inn heima þér og þú sjálf náttúrulega, þú sjálfur. Já, líka en þetta er bara svona, Já.
Svona gott vibe einhvern veginn. Líka hefur ekki heyrt að fólk svona þekki heima ilm, eða þú veist svona, ef ég er þín, þá ert þú með lykt heima að þér og þú veist, hvers mikið bara geðveikt er bara, já, lyktin heima að mér er ógmos. Já, nákvæmlega. Það er alveg svona expensive. Já, maður svona sexy. Já. Þetta er sexy. Svo líka sem ég finnst svo cool við ógmos er líka að grenin, eða þú veist svona stráin sem maður setur í, þau eru svört. Já. Þetta er óslega stylish. Óslega stylish nefnilega. Já, sammála. Þannig að þú veist, þið líður ekki illa að vera með þetta upp á borðið þess að þetta sjá. Nei, það lukkar ótrúlega vel. In the decor. In the decor. Herðu, besta. Þannig að við getum sagt að eitt trend fyrir 2021 er að vera með góða lykt. Góða lykt, alltaf. Og fallega hluti heimahöður. Það sem mjög mikið trend í ár. Já. Allir búin að eyða 2020 til að gera allt upp. Ándjóks. Hversu nice. Hversu nice. Love that. En já, hit us up. What you gonna do? Herðu, þessi þáttur. Við ætlum að taka Vol2 og aðeins svona finna the vibe in the fashion world í dag. Jú. Og fyrir þetta nýja ár sem var í rauninni. Hvað er að fara að koma inn this spring? Kannski spá fyrir sumrinu? Já. Af því að það er ógeðslega, það er náttúrulega ekki tjens að spá fyrir öll árinu. Nei. Af því maður veit aldrei. Nei. En svona hvað við erum að fíla bara ef við komin inn í janúar, hvað er svona... Já, febrúar er að skella á, þú veist, hvað við sjáum að sé að fara að vera svona trendi núna. Og vorið, náttúrulega að koma, spring fashion er alltaf svo geggið. I love it. 100%, því að sumarfashion eru oft mjög svipuð, ára eftir ár er spring og haust verður svolítið svona áberandi. Maður veit samt yfirleitt alltaf hvað er að koma haustið. Eins og í mann sem við ekki eftir í 2020, ég var bara að því pastel og litríkt sumar 2020. Það var svo leys. Ótrúlega. Og ég var bara, ég er ekki tilbúin í að sleppa öllum bláu, grænu, bleiku. Ég var svona, ég veit ekki hvernig ég var að fara að þessu. Ég er að vera bara leið alltaf þegar ég er fötum. Já. Og svo leið það kom, þá var ég bara all in for it, skilur. Já, nokkla. Ég var bara, wow. Þú veist, maður vissi að maður var að fara í svona earthy tones, skilur, haustlitina. 100%. Það er svo fyndið hvað maður er svona til í það, en samt ekki tilbúin að sleppa. Ég var aldrei verið ekki tilbúin að sleppa einhverju tímabili svo 2020 sumarið. Nei, það er líka svo fallir litir. Já, það er svo gaman. Já. I loved it. Já, við erum að taka svona, þú veist, eins og segi, það er erfitt fyrir okkar að spá fyrir vetri og haust 2021. Já, við tökum bara vorið núna, svo tökum við bara sumarið setna. Já, nákvæmlega. En við erum svona aðeins að ræða það sem verður núna í vor og mögulegin í sumar. Já, einmitt. Styrst í sumarið. Og líka bara hvað er í tísku bara right now. Eitt sem að er ekki fata tengt eða neitt slíkt, en það er eitt í tísku núna og maður sér aðalega svona stjörnunar eða maður sér alla stjörnunar gera þetta og aðrir eru að pikka þetta upp, en það er pósa. Það er einn ákveðin pósa. Hvað pósa? Ok, ég ætla að reyna að útskýra hana, ég get ekki gert hana. En þetta er svona eins og sért svona hálfdrukkin með augun er svona hálflokuð og svona einhvern veginn og þú ert svona að horfa upp þannig að þú ert svona með svona drowsy eyes. Svona mjög, ég sé fyrir mig Kylie gerir þetta. Hann er bara svona stór augun og hún kemst upp með þetta. Ég væri bara eins og ég væri fyrir að loka augun. Ég væri svo bara það væri bara eins og ég var að sofna, en hún gerir þetta ógeðslega mikið og þetta er núna bara eitthvað trendi og núna er ég bara búin að sjá stelpur á TikTok verið að herma eftir þessu að ná þessu lúkki. Og Hailey Bieber mikið af þessu, Kim postaði 2 myndum bara í story hjá sér fyrir nokkru dögum síðan þar sem hún er bara svona viljandi að reyna þetta. Þannig að það er alveg acknowledge þessa pósu, sko. Ég er alveg út að aka hennar, sko. Ég veit ekki alveg líka hvernig þú myndir, þú veist, ertu bara svona það blikka gett hægt, taktu nokkru myndir. Er ekki bara blikka gett mikið og svo bara tekur margar og þú finnur bara myndina sem þú ert að blikka næst í. Já, í rauninni. Og það er náttúrulega það sem maður gerir þegar einhver að taka myndir fyrir, það bara skilur svo velur. Eða það ferði í live photo, skilur. Já, eða það. Og velur það sem þú ert að blikka næst í. Já. Pottið það. Og þetta er svona, þetta kemur svona pínu svona sexually út. Það kemur pínu svolítið svona köttu Come here. Þú veist samt ekki hvað er að tala Jú. án þess að ég sinni þér mynd, þú veist, þú fattar alveg hvað er að meina og þetta er alveg pósa sem verðist vera smá svona, horfa svona upp ég geti aldrei litið vel út í þessari pósu, sko. Ekki heldur, það væri bara eins og ég væri bara, þú veist, ég veit ekki búin að týna linsinu minni eða eitthvað
Ég væri bara 90% enni, sko. Ég væri fáróleg svona en shit, þetta lúkar svo vel hjá þeim sem ná að mastera þetta, sko eins og hjá þeim. Við pröfum þetta. Já, vá. En þetta var eitt sem mér datt í hug fyrir þetta 100% trend allavega right now. I love that. I love that. Mér langar að tala aðeins svona það sem ég elska við 2020 sem að ég vona að fara ekki. Vona að fara ekki? Já. Og ég held að fara helst ekki, sko. Og það kósigalanir. Já. Var náttúrulega Preach. Bara elskum kósigalana. Smatsing, svona loungewear set. Þú veist, þetta svo mikið 2020, allir að vinna heima, allir bara nenni ekki að gera sér fínan en samt gera sér fínan í gegnum svona kósigala. Þetta eitthvað sem ég vil sjá meira af. Sammála og líka fyrirtæki tóku þarna, þú veist, setti sín upp á hærra level og gerði þau líka, þú veist, grand. Þannig að þú gast notaðu líka bara við legujakka ef þú þyrftir að skreppa út í búð með grími eða hvað sem það var, skilur. Það var svona comfort made cool einhvern veginn, svona 100%. Street comfort style. Það hefur alltaf verið, skilur, en ekki eins mikið og núna. Og ekki eins reachable. Þú veist, þegar Yeezy gerði þetta og maður bara svona, já, kemna Yeezy. Það fattar mig. Þú veist, fyrir joggingbuxur og peysu, en þetta bara þetta gerðist. Og líka, bara þú segir það, comfort made cool, þá var bara allt tengt comfort. Svona ógeðslega þærar hárgreiðslur sem þú þurfti valla að hugsa fyrir. Já. Þær voru gerðar. Þær voru bara trend. Algjörlega. Ég sá influencer að ganga það langt að vera inn í skóm, svona fluffy inn í skóm úti, sko. Já. Don't blame them. Nei, veist það gett, ég myndi bara, ekki hægt á Íslandi, sko. Nei, þið miður. Ég myndi aldrei tíma, já, svona fluffy, ég myndi aldrei tíma að fara í þeim út, sko. En I love it, sko. Bara allt svona góður kósigalar, trenchcoat yfir og bara layers, bara elska layers. Samt skilur fyrir mig svona cropped undir, kannski leggings og crop, layer yfir það. Love. Og bara combat boots við You're set. I love. Og það sem ég elska líka í 2020, háratískan, rosalega sterk. Fáránlega. Hversu lengi voru við inn í bara straight hair, bara engin layers og bara ekkert, allt og lengi. Ég held að ég var með hárið mitt eins í svona klippinglega væs síðan, ég veit ekki 2010. Já. Það var bara síðan píkuskiptingin kom í tísku. Það er bara verið bara straight hair. Ándjóks. En ég elska að það sé komið svona léttar, svona styttur, hreyfing, bara toppar og allt þetta. Þetta komið tilbaka, bara allir bobs, bara allt svona hreyfing og svona hárið meira svona accessory. Ég fíla það svo mikið. En á sama tíma fannst mér eins og 2020 að ógeðslega margir og til dæmis þar meðal ég nýttu þetta ár í bara svona að því að þú varst ekkert að fara mikið út og varst kannski ekkert þú varst ekki að gera eins mikið þú hefði gert á venn lári, við getum bara sagt það. Ógeðslega margir sem tókuna tíma og leyfðu hárin sína að verða heilbrigt. Já. Og það er og þess vegna held ég að laði svo góðan grundvöldu fyrir þessu ári sem er að koma núna þegar fólk búið að leyfa því að vaksa eða búið að leyfa, þú veist, því að láta vera þú veist, ég held að verða alveg svona núna í ár að verða svolítið svona bam. Ég held að sé líka bara svona meira svona low maintenance hár að því núna er kannski fólk sem klippir sér topp í sumar komið með curtain top og strípurnar skiluru rótinni byrja að vaks út og þú veist þú ert að fíla meira þinn eigin hárlit nákvæmlega sem er svo geggjað það verður svona örugglega ekki kannski aðeins ýktar strípur og hefur verið heldur meira svona náttúrulegt flæði að því þú ert svona vanur þínum eigin hárlit þetta er ekki talað til mín skilur en bara ógeðslega margir mér finnst það ekki fallegt mér fannst þessu ógeðslega margir að tekið mitt 2020 í þetta bara svolítið að leyfa hárinu að bara verða heilbrigt aftur algjörlega og en ég samt til dæmis ef við lesum aðeins fyrir Trends 2021 þá var ég að lesa með svona hár og það var ógeðslega mikið eitthvað svona verið að tala eins og þetta muni halda áfram á þessu ári og það er svona bring it back skilur þú veist að ná þið tilbaka og það er að meðal fara mjög stutt bara mjög stutt það eru margir af bobið er að fara að koma heitt aftur en samt meira svona held ég svona undúd eða ekki svona, hvað segir maður án þess að stæla bara svona shower, nei hvað heitir maður air dried skilur bara ógeðslega, ég veit ekki low maintenance bob og bara stutt hár geðveitt en
bara svona klippa þess að dauðu aflitu lokka í burtu eins og maður hefur verið með og svona. En það líka svo gott að þessi skrýtni hárstílar að koma aftur eins og, ég veit ekki alveg hvað mér finnst að mér finnst það svona geggjað, skilur að koma svona ný útgáfa möllet svo Miley Cyrus, skilur eins og Miley Cyrus, einmitt. Þetta geðveikt fyrir stelpur sem eru búin að vera með damaged hár. Ég segja það. Og geta bara, þetta svo klift aðeins að framan, svona toppur og svo bara aðeins síðar aftan. Þetta geðveikt cool, sko. Þetta mjög cool. Og búin að þetta og bara geðveikt. Og þetta er geðveikt gaman, skilur. Eins og ég er búin að nýta það að toppurinn er kominn að því að hárum mitt var misjaft, skilur. Einmitt. Það var styttra einu megin út af aflitun og lengra hinum megin. Ég tímdi aldrei að jafna það. Svo var bara, ok, toppur. Það er tísku. Þá ætla ég bara að jafna það og það bara kemur það á sama tíma niður. Svo sniðugt. Maður er svo mikið að, maður er svo mikið að passa upp á heilbrigði hárið sitt. Maður eftir að allt lokaði svona hárgreiðslustofur og þannig. Maður áttaði svo mikið á því hvað maður þurfti ekki að blítsa sig 24/7. Ég er bara svona að gefa hárunum mínu bara pásur er bara það besta sem ég veit. Bara þakka 2020 fyrir það, sko. Og ég vona það svolítið halda áfram. Ég vona að þetta heilbrigða einmitt þess að segir svolítið svona bara air-dried, natural look muni halda svolítið áfram. Það mér varst það ógeðslega cool. Einmitt. En á sama tíma þá kom ógeðslega mikið á svona hárstílum, skilur að nota teygir, nota fléttur, þetta. Mér finnst það svo skemmtilegt. Mér finnst það ógeðslega gaman. Að gera eitthvað skemmtilegt með hárið þitt. 100%. Ég veit ekki hversu mörg ár ég bara gerði ekki neitt, labba bara út bara, með bara svona Serena Vanderwoodsen stæl, skilur bara messy slétt. Já, messy slétt. En svo núna er það svo mikið gaman að prófa mismunandi stíla, bara setja toppinn alveg til hliðar, setja upp og spennur, alls konar svona hair accessories, I love it. Skemmtilegt, já. Og það er rosalega mikið bara svona bangs en þá og ég held að minna að halda áfram. Já, ég held að það sé ekki fara neitt. Nei, og ég held að svona curly bangs og allt þetta svona stíglisring muni alveg bara koma stertinn af því að það er ekki margir sem kannski komist í klippingu þegar þetta er að byrja, skilur. Þetta er svona bara alveg freka fresh. 100%. Þannig að ég held að það veri geðveikt. 100%. Svo líka í það sem var náttúrulega 2020 pínu sem að ég held að mun alveg koma aftur í sumar en það var mikið verið að pröfa þess áfram með svona heimaliti eða svona lita næringar. Já. Þú pröfaði það til dæmis. Þú varst dökkarði í eitthvað smá tíma eða svona brúnhærð af lita næringu og svona testa heilbræða leiðir til þess að pröfa liti. Og ég held að það kom alveg aftur núna 2021. Nei, ég gerði þetta í mars, februar, nei, kannski apríl. Já. Ég er ennþá að fá spurningar, sko. Já, er það ekki? Jú. Já. Ennþá, það bara... Líka gaman að testa. Já, algjörlega. En þarna komst ég að því að mér langar ekki að vera dökkar. Já, en hversu geggjað? Það komst það í svona heldur en vera búin að lita og þurfa þá að byrja á fyrsta skrefi. Ég er mjög fegin, sko. Einmitt. Af því ég var búin að flörta við þetta allt og lengi, sko. Einmitt. En þarna var ég bara, ok, nope, it's not for me. Það var svona gaman að pröfa þetta. Já. Það sem kemur líka svona 2021 er svona, og ég held að þetta verður svolítið svona yfirgnæfandi yfir 2021 sko, alveg fram í sumarið og jafnvel haustið, en það er bara 60s tískan. Bara svona, og þar líka sérstaklega hárið. Já. Því að náttúrulega toppar eru mjög svona 60s. 70s, 60s. Já, líka alveg 90s, sko. Þetta blow-dry look er alveg mjög 90s og þessar styttur svona, ég er mjög hárina þannig að, hvað heitir þetta layers bara, skilur í hárinu, sem er náttúrulega líka geggjað því maður er með svo ójæmt hár eftir allt, þannig ég er bara með styttur sem ég klippti ekki eins og ég skilur bara eftir skemmtir, þannig að það er mjög næs, en þetta er ekki eins ykt, þetta er svona nei, þetta er svona relaxed útgáfa af fyrst 60s og þannig, þetta er ekki þetta er ekki eitthvað svona, þetta er ekki með eitthvað rúllutert í hausnum í klukkutíma. Nei, sko, ég er bara búin að leita bara í marga vikur núna hvar ég fæ rullur í hárið. Jokes. Það er svo cool. Og það er mjög bara 70s, 60s, sko. Ég segi, ég langar það mikið í það. Ég held að það, sko, 60s bara verður svolítið yfirgnæfandi, 60s, 70s verður svolítið yfirgnæfandi í tísku yfir höfuð. Já. Bara fyrst fatastílinn og allt, sko. Já. Það sem er búið að vera ótrúlega mikið núna er svona office look, fyrst mér. Já. Svona oversized blazers, náttúrulega classic, með shoulder pads, straight leg trousers. Þetta er alltaf mjög 70s, 60s, sko. Já, en þetta er ókslega mikið svona office, þetta er líka mjög mikið svona Monica Chandler, skilurðu. Já. Sweater vests. 100%, já.
Þetta búið mjög heitt í vetur, sko. Mjög. Og svo, ég held að sé að fara að koma núna, að þeir að koma vor. Og ég er búin að sjá mikið, það er svona kött át allt. Já. Allt, nema bara búið kötta eitthvað þar á það. Já. Það er bara svona blazer með kött át í bakinu, skilur við. Ok. Bara alls konar. Kjólar sem er kött át eitthvað þar. Ok. Og fjæðrir. Nei. Ertu ekki búin að taka eftir mikið af fjöðrum? Nei. Svona, kannski blússur með fjöðrum á endanum hér. Jú. Og það er að koma endalst, það er svona kjól með fjöðrum. Já, þetta er mjög spennandi. Já, þetta er spennandi. Já. Og svona líka svona jakkar með fjöðrum á endanum og hérna í kraganum. I love it, sko. Já, það er spennandi. Geðvikt. Ég held að sé að hitna mjög mikið. Ég held að byrjum að sjá það svona allt í eins og ómikið, skilur, svo gerist alltaf. Já, það getur verið. Hitna, fólk fyrir í því, og svo kemur bara alls þar. Og þá eru komið 30. Já, þá eru komið ógeði. Já. Og svo núna, finnst mér ógeðslega mikið, í staðin fyrir crop top venjulegan, bara bra crop top. Já. Hefur tekið eftir því? Það er rosalega mikið af því. Við erum bara svona oversized, svona skyrtu eða blazer. Já, og straight leg trousers og eitthvað, þannig að geta vítt allt, nema bralett einhvern veginn. Já, ég var einmitt að lesa hérna einhverja grein sem var að vera að tala hvað myndi svona taka yfir 2021 og þá bara oversized buxur verður eitt af því aðals nú átt í þínum fataskáp 2021. Já. Bara svona buxur sem eru bara stórar. Bara huge. Já. Goodbye rass. Tjóks. Það er alveg búið að vera frekar lengi. Já, en ég held að sé að vera að tala bara aðeins meira en bara mom jeans og þannig, sko. Kannski þannig nema aðeins low rise. Já. Geðið svona baggy að niðan samt svona low rise. En þú, já, nákvæmlega. Í við bralett og svo stóran blazer, sundgleru, hárið upp í snúð. Og ég með talandi blazer verið grein sem að ég var að lesa. Þá talað ekki gleyma að versla blazerinn eitthvað í kalla-deildinni. Já, ádó, sko. Já. Fyrir þess að kvenmenn sem að vilja hafa oversized. Nei, sko, allir bestu blazerunum mínir eru kallmanns blazerar, sko. Það er geðvikt. Já. Ég þarf hans að nýta mér blazerans Gunnar betur. Já, gerð það. Ég er búin að stela svo mörgum að bensa, sko. Það er svo sniðut. Já. Það er að finna svo marga flotta í kalladeildinni, sko. Já, það máli. Já. Hvað, ertu þú að taka mikið yfir þína stærðið? Ég er náttúrulega, þú veist hvernig ég er. Ég er alltaf oversized típa, sko. Já. Af því að ég fíla líka, mér finnst það svo flott, af því að ég er alltaf í, skilur, þröngum topp eða eitthvað, skilur, þá lúka ég ekki eins og að ég er með svo breiðar axlir, þá lúka ég ekki eins og ég veit ekki hvað, skilur, kannski ger ég það en mér finnst það kannski bara ekki. Nei, þið finnst það flott, það er einu sem skiptir máli. Það er alveg margar svona mömmur á þér, svona fullána konur eða hún kann ekki að vera þessi stærð. Farðu í þína stærð. Ég svo, nei, alltaf ég ykkur oversized, en það er svo, mér finnst það ekki. En hérna, já, oversized skyrtur líka, ég held að það muni halda mjög mikið áfram. Elskar líka að sokkabuxurnar komi heitt inn aftur. Sko, thank God. Já. Af því að þú veist, ég er hérna lifi í sokkabuxum þessu dana. Já, einmitt, og kjóla. Já, please keep them coming. Og eitt sem líka, þú veist, þegar við tókum senst þátt, eitt sem ég vissi ekki að myndi koma, bara ekki sens, var leggings. Já. Ég er í leggings núna, sko. Þú ert í leggings? Já, leggings og svo combat boots við og þær eru onni. Já. Þá, ég hef ekki séð það fyrir mig, sko. Þú hefur bara glímdu leggings. Já. Vá, geggjaði punktur. Ég fatt það ekki heldur. Nei. Þú ert í leggings. Ég er leggings. Þú ert í ból við sem passar. Ég er í aðeins dekkri tónbrúnum leggings og svo aðeins ljósari brúnum crop top við. Og það er fucking nice. Svo er bara skyrtu innandur og trenchcoat og combat boots. Já, layers. Já, elska. Já, svo nice. Einmitt. Ég trenchcoat við báðar erum einhvern veginn, þannig að ég sé að fara að rannsaka þannig að ég sé Jóns Bæjó. Ég líti annarkvæmst út í þessum jakka eins og Jóns Bæjó eða eins og ég sé að fara að flassa ykkur lítið börn, sko. Sorry. Þetta er svo þannig bíómynd. Já, en ég elska hann, sko. Ég elska hann. Mér finnst það geggjaður. Og það er geggjað að leira einmitt undir honum, sko. En þetta er eitthvað sem ég held að vera 2021 líka. Já. Trenchcoats. Eða bara coats. Já, coats. Bara kápur. Mun ekki fara, sko. Nei. Það fór í smá tíma. Þetta er svona smá sumar og spring vibes, sko. Já, en ég er samt man eftir þegar trenchcoat bara svona svolítið hvarf. Ég hef alltaf verið mjög mikið í mínum, sko. Já. Burberry trenchcoat mitt vintage. Já. Ég hef oft í henni í sumar. Þú sem ekki búin að eiga það lengi, sko. 2019. Já. Ég man, sko, þú veist. En það er alveg nýlegt, skilur. Já, ég veit, en ég er að tala þú veist, mér fannst þess að það var þegar við vorum í MS, svo kláruð við 2016, svo fannst mér þess að ég sá þetta ekkert lengi. Nei, kannski ekki. Og svo er þetta eins og þetta komið svolítið bara búin að vera svolítið svona 2019 núna. Já, kannski.
Ekki pælt í. En þetta samt flík sem ég finnst timeless. Það þú átt ekki trendscoat inn í skáp sem þú fílar, ég lofar því að þú kaupir hana að þú ferð ekki úr henni. Einmitt. Og þú getur notað hana ár eftir ár. Það er að grípa í hana. Já. Þess líka þegar ég fór til London, ég fór á svona bara vintage hunt og finna mér Burberry trendscoat. Það var svo mikið. Já. Ég var bara labbað í alla vintage, það var alltaf ein og ég bara fuck, ég er aldrei eftir að finna. Svo fór ég eitthvað hverfið hann í London og ég fór í þetta svona underground vintage og það var bara heilt section með svona trilljón Burberry coats og ég var bara besta vintage shopping er í London sko. Ángríns sko. Það er crazy. Og það er sér bara bær sem það er best sko. Og ég ætla bara alltaf að bóka mér hótel þar af því það er svo næst. Þetta er svo ógeðslega cozy hverfið, svona geð hip. Þetta er svona eins og prikið væri bær, skilurðu. Já. Ég veit alveg hvað það tala sko. Þú veist hvað, ég man ekki hvað hann heitir þessi staður. Ég man hvað það tala en ég man það ekki heldur en ég veit mér svona cool staður. Geð gott að vera hana, ég var á hótel hana senast ég fór. Fullt af krútlegum litlum kaffhúsum. Ég held að það sé nálega það sem breakfast þarna staðurinn er. Ég er ekki nokkur þannig, ég bara einn. Ég fór ekki á hann. Ok, það er allan einn þarna sko. Það sem er svo hægt að fara svona og fá sér bara morgukot, alls konar morgukot. Það er geðvitt. Já, það er geðvitt. Bara serial staðar 20%, bara svona að daginn. Já, geðvitt. Þetta ekki lögtjánum eða eitthvað. Það er fara með lögtjánum, þetta í Coco Pops og eitthvað. Geðvitt. Ekki? Eitt sem ég las líka að væri svolítið svona comeback sem ég er alveg sammála. Það er svona fanny packs og crossover veski. Mér fannst þess að pínu, þú veist, einhvern veginn fanny packs voru ekki mikið í fyrra. Vá hvað þau voru heit 2016, 17. Svo bara hurfu þau. Og mér finnst þau verið koma pínu aftur núna. Já. Þú veist, allan og líka crossover, sko, með alls konar svona auka glingri á. Já, algjörlega. Það er svolítið svona, þú veist, þetta er Það er svona svolítið statement crossover. Já. En shoulderbagin er ennþá bara hot, sko. Já, en þetta er bara svona þegar að koma aftur þessi. Shoulderbagin fari ekki alveg strax, sko. Nei. Þau verða alveg áfram, sko. I love shoulderbag, sko. En ég er einmitt byrjað að nota mína crossbody bag aftur sem ég var að tala seinast að ég var ekki búin að nota allt og lengi af því hún var ekkert í sumar einhvern veginn en hún var svona hægt að nota hann sem shoulderbag líka sem var mjög hentugt. En þetta er eitthvað sem ég held að vera svona svolítið vor og sumar núna 2021. Já, einmitt. Heldur það ekki? Jú. Ég ætla að sjá fanny packin. Ég veit ekki hvort ég fari í hann en ég elska hann sko. Já. Hann kemur líka skemmtilegum stíl. Já, ég er mjög spennt að sjá það. Já. Ég er spennt að sjá bara, þú veist. Já. Kemur hann 30? I don't know. Maður potið til. Já, potið. En það er svo áhugavert upp á, skilur að því að layersin er að fara að minka, skilur. Já. Þá er þetta erfitt að vera með fanny. Já, þetta er flott yfir layers, sko. Já, þetta er geðið til layers. Ég held að það sé ástand akkur þetta var svona mikið comeback. Já. Shoulder bag og allt þetta, þetta er svo gott yfir góða layers og varst bara með það er svo móta línunar aftur einhvern veginn. Já, nákvæmlega. Þú veist, ég veit ekki, já. Svona gerir smá svona línur á þig. Já. En já, eitt sem ég er búin að taka eftir líka krómað silfur. Já. Hefur tekið eftir því? Buxur, jakkar, allt svona krómsilfur, svona mermaid, svona glans í því. Já. Mjög áhugavert. Þetta verður svona sumar. Já. Já. Og vínill. Já, vínill. Vínilbuxur, víniltoppar, vínilkorsetttoppar. Ég elska líka hvað korsetttoppar eru búin að haldast lengi því ég elska korsettoppa. Já. Og bara í vetur það var það bara yfir skyrtu, skilur. Bara layered corset tops. I love it, sko. Það var cute, sko. I love that, sko. En það er einmitt verið að tala að, þú veist, allt svona þröngt yfir vítt verður svolítið og það er svolítið 70s. Svo sjáu, þú veist, til dæmis myndir af Díönu prinsessu og þannig, hún var oft í svona stóru svo bara þröngbelti. Já, einmitt. Og það er komið þannig korsett yfir, kannski þykka peysu eða eitthvað, skilur. Þannig að þetta verður alveg væpjör, sko. Eða bara eitthvað, þú veist, þú ert kannski vanlega að taka stærð smól eða eitthvað, svo kannski ferðu og verslar í mennsdeildinni, blazer í extra large og svo bara í miðunni eitthvað, þetta er bara ágískun, skilur. Ángríns. En svolítið svona klindsa inn og það er svona held ég ef að það er að koma svona ógeðslega mikið í tísku svona þröngt yfir vítt að þá gæti fanny bags virkað. Já, true. Skilur. True. Þannig við sjáum bara. En eitt sem ég búið að sjá líka, hárband. Sko, já. Sko þetta basic þykka svarta hárband sem maður var alltaf með þegar maður var lítill. Já. Er það að koma eftir?
Ég búin að sjá ógeðslega mikið af þessu, sko. Já, svo Kim með þetta, sko. Og margar stelpur sem að ég að fylgja eru búin að vera með þetta. Já. Ég veit ekki. Ég veit ekki hvort þetta muni haldast bara núna í vetur, sko. Þú veist, svona betra vibes að vera úti já. Ég veit ekki, sko. En það er náttúrulega mjög mikið að svona hárböndum öðruvísi líka, svona litlum hárböndum Já, sko, þú ert að tala bara hárbönd bara basic svart já, ekki útivistar nei, já, það eru að tala og ógeðslega svona 2000s já, þetta er mjög 2000s ég sá Kim var með þetta dagen ég var líka og svo settum maður alltaf þegar maður búin að klippa svo jólatoppin settum maður alltaf, þá var maður með svona spikes svona upp úr en mér er það cute, sko, eins og ég sé en ég veit ekki alveg hvort ég muni pröfa en ég var alveg til að pröfa að sjá hvernig það virkar það myndi ekki virka mér, sko, held ég nei það eru ekki mér heldur, sko ég er það eins og ykkur bafjani, sko að mínu eigi mati, sko nei, okay. En svo eru konur eins og Kim sem bara svona já, ok já, og mitt bara geta gert allt hvernig en ok, ég er með hennar skó líka ok nýja stífil, straight leg boots bara já ég held að hætta ekki, sko nei við munum sjá meira það boots verða bara svolítið mikið eins, sko ég elska það I love boots, sko ég er búin að kaupa með boots og ég er bara alltaf í þeim, sko já. Svo þægilegt það er svo mikið stöðningur sem maður er bara ekki á hælum, skilur líka fyrst það er svo hentugt fyrir Ísland við já, sko. mjög og hælaskór með skreittum hæl þetta ekki að sjá fyrir bara ísælskona jú ég vera, það er svo gaman það er eitthvað svona funky, elska það er ógeðslega mikið þannig, mér finnst að vera alltaf svona nema add a little spice, skilur allt gamalt nema svona spice já, takk upp svona nákvæmlega square toe skór ég held að það mun ekki hætta nei, það er að halda fram 100p og combat boots bara svona basic leður stífel með þykkum bot Dr. Martens vibes já algjörlega chunky sneakers þeir halda fram ég held að líka, ég sé ekki fyrir mig degi alveg strax sko. ekki kannski alveg eins chunky og þau voru, sko en þetta er svo mikið summer vibe það er eitthvað sem kemur í sumar með sneakerni ég veit ekki alveg hvað það er ennþá, sko ég er búin að sjá svona ótrúlega mikið chunky upp á nýtt, sko eru þau gett mikið skinny núna lók 2020 já svo núna er það aftur bara ég skoða mikið Farfetch og allt þetta bara allir designerinir er að byrja að koma í chunky og þá byrja litli bröndin að koma aftur með á en ég veit samt ekki alveg hvort það verður eins bara Buffalo, skilur nei, ég er ekki viss, sko því það kemur líka alltaf eitthvað svona sumar trend sérstaklega með strigaskó þannig ég er bara eiginlega frekar spennt að sjá hvernig það verður, þú veist, hvort að eins og á síðustu ári myndi ég segja voru mjög basic litir með touch of color og Jordans bara tröllriðu 2020 með bara endalst litum, sko já, en samt mér finnst þeir svo skotnir frá eins og frá Balenciaga og því þeir svolítið stjórna, þeir setja svolítið línuna þeir eru náttúrulega bara svartu hvítir og basic já, og basic, þannig að spurning hvort að þeir eftir að vera bara all in í color núna já, þeir eru náttúrulega til í öllum litum mér langar svo ég bara skerfleika eitthvað já, ég veit ekki ég er að bíða að sjá með strigaskó sumarsins já, ég er bara að tala núna upp á næstunni, sko já, þá er bara, þú veist heldur sama chunky trendi áfram, sko það náttúrulega er alveg svona minna chunky heldur en það var, sko heldur en 2019 var alveg chunky vibes þá voru allir bara í svona geimfara, sko já, love it en hérna give the bold shoulder líka bara, þú veist, allt með svona pads shoulder pads er að fara að koma stertinn algjörlega hjálpið mér, sko en hérna já, og Jordans náttúrulega ég er alveg bara mér finnst þeir geggjaðir svona mid-rise Jordans líka því að þú kaupið Jordans þetta er vara sem fer aldrei úr mjög erfitt, sko mjög erfitt að fóra tísku, sko mjög erfitt þannig að þeir eru líka alltaf klassískir það er lægt að segja það bara svo plattform sandalar nema á þykkum bótt fíla það, það er gott fyrir sumari já, mjög og pointy hæla flip-flops hefur þú séð þetta? Það er svona pointy tá með svona eins og svona flip-flop ekki flip-flop, flip-flop með svona millitanna ég tala um svona inniskór svona lokaður svona lokað og svo opin hællin, skilur lítið hæll ég er búin að sjá um allt, sko ég veit hvort tala um, ég held ég í svona með pointy hæll, vanlega sér maður alltaf með svona opnum tá, skilur interesting, sko very interesting, my friend og líka svo bara ef við tölum um litina núna fyrir
spring allavega, eða svona vorið. Ég held að þetta sé, þú veist, rosa líkt haustlitunum sem voru 2020. Já. Neutral litir. Neutral. Og ég held að sé fyrir að meira svona sorbetaðir pastel, ekki svona pastel eins og voru í sumar, heldur meira svona sorbet, svona gulur, appelsínugulur, brúntónaður, kannski svona meira svona kaldir, kannski fjólubláður og þannig skilur, og gulur náttúrulega mjög, já, gulur verður eitthvað já, gulur sko, en svo líka svona blár, já, svona denimblár, já, ég sé það alveg fyrir mér, ég líka sjá ógeðslega mikið að denim af öllu sem á ekki að vera denim. Fattaru? Já, ég sá eina uppáhaldspíónum mínum daginn var bara í denim trenchcoat bara eins og þú ert í nema denim sick denim bucket hat, skilur við denim, bara eitthvað, geðið random denim elskum það ég til ég sko geðið alveg sen sko ég trúi það getur litið vel út já, og ok, það sem er svona er að sjá að er að fara að koma aftur sem ég veit ekki með svona fringe bags svona töskur með fringe fattar mér, svona kögur já, ég veit alveg hvað já. Ég er búin að sjá ókslega mikið af svona myndum af því, af svona á fashion shows og eitthvað ok, spennandi já. Í nýri útfærslu já, meira svona shoulder bags þannig ok, það er mjög áhugavert spennandi ég get ekki séð fyrir mér að þetta er mjög langt fringe líka þetta er óhendugt já, ég veit ekki, kannski í Íslandi já, þetta er spennandi já, ég er mjög spennt að sjá hvernig þetta fer cowboy boots með bara cowprint og bara cowboy boots bara hatturinn og allt svona nei, cowboy boots ég veit það já, líka við, þetta er bara svona veist hvað stíl með hælnum og svona já, talið, ég veit ekki með það er alveg eitthvað, minnst það nett já, og það getur verið ég bara komið nýja eftir 2 vikur skilu sko. en cowprint líka já, ok í svart og hvítu þá ok já. Interesting. Og svo floral munstur. Já, það er ávíst að vera rosalega heitt núna í vor. Já. Mjög stressu fyrir því. Sko, ég líka, því að það eru svo ógeðslega margar stelpur eða típur eða fólk að núndi sem púlar þetta svo ógeðslega vel. Ég er bara ekki þar. Ekki, ég fucking heldur og ég hef svo oft reynt. Ég er alltaf eins og einhver múffa, sko. Ég er alltaf bara eins og, þú veist, ég óvart dottið inn í skápi ömmu eitthvað, þú veist, ég hef svona... Ég verð ógeðslega ömmuleg, það er bara... Já, en svo sé ég stelpur sem líta svo sjúklega flott. En það er einhvern veginn þetta snið og þetta print fer mér ekki. Það er svo leiðilegt, þetta er svo fallegt. Þetta er gorgeous. Ég alltaf bara, þú veist, það var að kaupa blómkjól, bara svona bara set every girl ever, skiluru nema ég og þú og ég, já svo leiðilegt, mér finnst allir svona ég ætla svona að máta ég á vinkonum mínum, ég er bara svona já, þú veist að máta fyrir þarna útskriftina hjá Bensa og eitthvað þannig vá, hvað ég ætlaði bara að vera í blómakjól og ég var í blómakjól, ég var sko, mér leiði hræðilega allt kvöldi hún var svo sæt mér fannst ég hræðilega, mér leiði þess okkur ömmu hún var svo sæt, ég var nei, jú, ég var svo rjómabóla nei, jú, það var eins og ég var bara að baka rjómabólur allt kvöldi nei, hún var svo sæt í hann en það ávist að vera rosalegt fyrir spring og sumari já, þetta floral, ég þarf að finna eitthvað fyrir mitt body type sko. við þurfum að finna eitthvað sem að hendar, já 100% og hérna ég mitt keypti eitthvað sko daginn eitthvað svona, var að reyna eitthvað vesli eitthvað svona fyrir óléttu föt og eitthvað og ég er nú ekki reyna að kaupa mikið, bara eitthvað sem ég gæti líka nota eftir á og eitthvað en það var eitthvað svona eitt pill sem var svona eitthvað florali svona, fyrst, ég er alveg ólétt fram í apríl, það er alveg cute eitt svona góður, hvað ég geti sleppt í það? Já, æi já, bara tried og ég ólétt við floralpils þetta svona ógeðslega óhentu og léleg hugmynd hjá mér já. Bara tried já næ já en já, mér finnst samt geggja við muninn og tískunni núna og muninn og tískunni fyrir kannski 10 árum er að fyrir 10 árum það voru alltaf bara allir í því sama ég er svo sammála en núna eru til svo ótrúlega margir flokkar af típum 100% og þú er bara með sér tísku fyrir alla, skilur við 100%. það er enginn eitthvað að horfa á okkur mannesku þarna bara, já þessi er ekki tísku en þetta er tíska í þessu geira, skilur við eins og með þetta bara besta dæmi eru eins og þetta floraldót þetta er í tísku, þetta er ógeðslega flott en það hendur ekki öllum nei, nákvæmlega en það þýr ekki ef einhver er í þessu versus eitthvað sem er ekki í þessu að eitt sé í tísku en ekki hinn einmitt. Ég elska bara hvað eru margar típur og það er svona margir að finna sig frekar en að vera bara alltaf átó í það sem er bara eins, áberandi þú veist, númer 1, skilur við eins og var kannski pínu svona 2007 hérna og já, maður fylgdi bara öllu, skilur já, allir voru bara eins já, núna finnir maður bara svona
hvað manni finnst flott, hvað klæði mann og þá ertu samt, skilur stælist, ekki svo allir þurfa stælist, bara þeir sem hafa áhuga á því og ef þeir eru að hlusta þá hafi sennilega áhuga á stíl þú ert alltaf stælist bara á þinn hátt einhvern veginn, mér finnst það svo geggjað mér finnst bara, ég horfa bara einhverjum vinkunum mér sem er að klæða sig sem ég myndi ekki klæða mig, skilur ég er svo sammála, eins og bara þú, skilur ég og þú klæðum okkur ekki eins en þú eru oft í einhverjum fötum sem ég bara sikk, þetta er trillt ég myndi aldrei verið í þessu, bara því þetta passar mér ekki en þú veist, það er samt svo gaman og líka eins og þess að tala bara svona, hvernig fólk kannski ert þú bara vinnur skrifstofinu þú ert bara með svona office stíl þá getur þú verið, þú veist, í tísku þar og svo er einhver annar með ógeðslega relaxed og laid back stíl sem er bara svona street style og þú getur verið í tísku þar svo cool svo ég fylgja gæð mikið svona influencers og sérstaklega frá Bretlandi og það er einhvern veginn minn stíl en svo getur þú farið til Ameríku og það er allt öðru stíl Svíþjóðar það er bara allt annað það er svo gaman þú getur bara fundið því einhvern veginn og það er svo sérstaklega Amerikanir vera meira svona chilled jeans og eitthvað svona meðan Bretanir bara svona wow, skilur mér svona dúf, alltaf eitthvað nýtt skilur og ég bara svona, ég svona fíla sem ekki að fylgja þeim að ég elska að vera bara nýtt eitthvað svona trend, ekki kaupa skilur, alltaf eitthvað nýtt svo eru bara svona alls konar típur, ég bara svona elska það ég finnst alltaf geggja, eins og Auður skilur hún er geggjaðan stíl en þetta er ekki eitthvað sem ég myndi klæðast en það var geðið fyndið hún myndi ekki klæðast mínu fötum og það var geðið fyndið ef þú veist ég myndi klæða hana eins og ég myndi klæða mig og hún mig pældi ég var fyndið það var ógeðslega fyndið það var svo gaman, ég elska bara svona hvað allir finna sig einhvern veginn meira fyndið eitthvað fyrir sjálf og sig eða er að fara að vera trend fyrir hverja einustu típu eða svona það er best það er glatað þegar það er eitthvað í tísku og þú getur ekki nýtt það er umrætt, eins og ég veit marga sem að þegar mom jeans fóru bara geðvist mikið í tísku og bara mom jeans fór þeim ekki reyndu að finna eitthvað sem hendaði þeirra sniðu, kannski með stórum rassi eða stórum mjöðmeri eitthvað, þetta bara hendaði ekki eða hvað sem það var bara þetta snið og þá, þú veist, það er ógeðslega leiðilegt fyrir eitthvað svona, ég get ekki þátt í þessu en núna einmitt eins og segir, þú veist, það er trend, það er eitthvað nýtt, það er stíll fyrir eitthvað einustu típu mér finnst það svo ógeðslega mikið af trendum sem er svo gott fyrir allar típur sem vilja bara vera að taka þátt og allar líkamstýpur bara allar líkamstýpur þú veist, ef þú fílar ekki gallabuxum þá bara fara í sokkabuxur og kjól skilur, það er heitt skilur þú veist bara, það er svo gaman að sjá fólk bara spreyta sig í gegnum föt af því að þú sérði einhvern veginn svo mikið á mannesku ef þú ert þessi típa sem klæði þig og í gegnum hvernig þið líður, eins og ég veist, ef ég er bara í kóskalinn þá er ég bara gætlega að ég skilur í dag og svo ef ég gerir mig fína þá er ég bara svona I'm having a good day skilur það var svo gaman að sjá fólk spreyta sig í gegnum föt sammála, ég elska það sammála I love it, mæli mig að fylgja fullt af inspo liði á Instagram að gegja bara 100% ef þú fílar svona og mér finnst best þegar maður finnur eitthvað á Íslandi þá er þú veist svo auðvelt að tengja þú veist eitthvað hvar fékkst þetta og þú veist úrvalið er ekki endalaust en þá getur þau kannski bendir á góða netsíðu og whatever sem það er algjörlega True 2021 veistu hvað ég vona? Hvað? Ég vona innilega að sumari verði lítrikt já, ég líka það er svo gaman, svo jákvætt ég reyndar sko ég er búin að vera að versla mikið fyrir sumari mjög mikið en ekki á mig á eina litla hún á enga liti það er í öllum svona litunum núna og hún á bara, sko sem þú segir það núna það er bara, herðu hún á bara eitthvað svona nútra liti en maður alltaf veit aldrei það er sagt mann þegar maður fyrir sónunum þannig allir 100% hvað kynið er nei, nákvæmlega skilur ég bara segja það er afsökun nei, en en ekki það skiptir máli en það er svona finnst mér gott að halda mig líka smá nútral ekki missa mig kannski í bleiku þótt að vera strekkur og ég ætti bleika peysa hann færi bara vist í hana skilur mér geti ekki verið meira sama ég lagt til að stæla krakkaðin það ekki? Jú ég elska að sjá á TikTok hvað svona krakka sem eru bara geðfashionable ég veit það er geðveikt sko, ég er bara þessi krakka nettar en ég nei, sko, þú skilur ekki hvað ég er búin að vista bara Pinterest, ég er bara með heilt borð fyrir hana og bara, þú veist, ég er svo myndir að þryggja stelpum og ég er bara svona, hvað get ég fengið í það? Ég er ekki að grínast, sko. Þetta er bara fárlegt hvað er vel klæddar. Og ég er bara svona, þú verður svona klædd. Það er svo gaman, þetta er bara pínu svo að fara í dúkku. Gríns. Það er líka svo gaman að sjá litla stelpuna og vera bara að geða þetta fíla sig í átfittunum.
en það einmitt málið, þú veist, eins og núna Birnir, litli frændi minn, hann 3 ára og hann og hann ánæður í X-fötum heldur hinum. Þú veist, hann fílar sig. Og það svo gaman að sjá það. Það svo gaman. Já. Og það sem ég segi, þú veist, ef maður hjálpar þeim að finna líka hvað þeim finnst flott og þannig, þá svo gaman að sjá þeim finnst gaman að vera í fínum fötum. Já, nákvæmlega. Eins og sem bara elska kjóla. Já, þú veist, eitthvað svona... Og sem bara elska ekki kjóla. Já, vilja bara vera í buxum. Já, eða bara vera í einhverjum joggingulum eins og pappi sinn eða eitthvað þannig. Nákvæmlega. Og svo hef ég séð, þú veist, ég stundum séð, þú veist, stelpur vera að klæða eða konur vera að klæða börnin sín bara svona eins og séu fullorðið fólk og það er líka ógeðslega krúttlegt. En ég held að þau eru bara svolítið eins og það myndi til dæmis ekki virka á litla frænda minn, Birni, að klæða hann eins og fullorðið fólk, af því að ég held að hann myndi bara ekki fíla það. En hann er bara svona með svona, já, ég veit ekki, það er... Mér finnst það svo krúttlegt þegar svona komið í því eigin stíl þegar þú ert svona lítill. Já. Þú veist, eins og persónulega, var ekki með neitt stíl fyrir nokkrum árum, á mínum mati. Ég var bara einhvern veginn... samlaður, sko, eða ekki með þig, bara með sjálf og mig. Já, þú veist, ég var bara í það sem allir voru í. Já, samlaður. Í MS skilur, þetta var bara, fínt skilur. Ég pældi ekki, en núna er ég bara, ég hef svona ekki passion fyrir þessu skilur. Og líka þú veist núna, sem náttúrulega gerist líka svona þegar maður, kannski ekki seinna árunum sem í menntaskóla þannig, maður veit hvað passar manni. Já, og maður veit líka bara að maður þarf ekki að vera eins og allir aðrir. Já. En líka það bara, þú veist, það var oft sem eitthvað sem er í tísku, sem passar manni bara ekki. Maður letur samt hafa og vasa í því. Já, og leið bara illa. En núna er maður bara svona, þú veist, ég sé oft, ég veit ekki, geggjaðar buxur og ég veit að það bara myndi aldrei, að því ég er bara of stutt, það myndi aldrei fara mér. En það þýðir ekki, þú veist, á þeim tíma, ef við myndum skrolla aftur í tíman, þá myndi ég örugglega samt hafa keypt þær bara til þess að vera í flottu buxunum. Það eru í tísku. Já, sem er fárlegt. Já, en núna er þetta bara, þetta verður gett á Sunnefu. Já. En ekki mér. Maður horfir á þessu flíku bara, já, þetta geði mikið þessi, þetta geði mikið þessi, þú veist. Og svo, þú ert kannski ekki að fara að vera í þessu, en þið finnst þetta geggja fyrir þessan manneski, skilur við. Segðu, þú bara þekkir þín eigin líkam og veist hvað ferðir og hvað virkar. Nákvæmlega. Og líka bara geggja tipp fyrir ykkur ef að þú veist, við höfum öll lent í því að fara út úr húsi og vera eitthvað svona, shit, ég er ekki ánægð með mig í dag. Það gerst fyrir alla. Já. Bara, þú veist, en þá líka bara take a minute, hugsa hvað er það sem ég er í, sem er óþægilegt, eða sem lætur mér illa, eða dagina sem þú ferð út og vá, mér líður vel. Ertu í sokkabissum og kjól þann dag? Nákvæmlega. Ertu oftar í því? Það þarf ekki að vera eitthvað tilefni. Það er að dressa down og dressa upp allt. Allt saman. Allt. Já, það er það sko. Eitt sem er svona erfitt, það er erfitt að klæða sér um óléttur, ég get alveg sagt það sko. Já, ég hef ekki prjóðað, þannig að ég tek því á orðinu. Líka bara því að maður vill ekki vera að versla föt fyrir þetta tímabil. Þannig að þú ert ekki svona að reyna að krysta allt sem þú átt í eitthvað svona, let's make it work. Mér finnst þú vel búin að vera mjög stylish preggo. Takk fyrir, takk. I try my best. Já. En bara, þú veist, afslappa, þess að ég er mjög heppin til dæmis að afslappa sig í tísku. Love that, sko. Bara praise that. Já, ef það væri bara eitthvað svona hápils og skyrta, þá væri ég bara screwed. Oh my god, manstu það var þinn. Vá. Hvenær var það? Ég var oft í þannig, sko. Já, ég líka. Fáránlegt. Og sokkum og maður var ekki með mjöðmir en eitt, maður var bara svona beinu. Allsku. Guð. Já. Þannig að afslappa lúkið, það virka vel fyrir óléttar hérna. Já, ég sko fyrir alla bara held ég, sko. Já. En þess að maður er óléttur, þá verið hendugt. Verið hendugt. Ég hef aldrei tekið þátt inn í einu grímutrendi, hefur þú? Grímu? Hvað þýðir það? Bara svona face mask. Já. Þú veist þess að ég skoði eitthvað lista með svona heitt 2001 black face masks. Ég var bara, ég held að mér bara svo blá. Já, ég reyndi skallarlega viðurkenna. Ég var daginn eitthvað svona stúrsast og ég var í bara öllu svörtu og var með svarta grímu og mjög svona, þetta lukkar aðeins betur en þessi blógríma, sko. Já, ég þarf að fá mér. Já. Hvar fær allir svona innóta svartar? Bara bónus held ég, sko. Nei, hætti. Jú, ég held að mamma var með hann í bílnum og ég fekk þannig nýja frá henni. Ég sagði mamma hvað keypti þetta og hún sagði bónus. Nei, hætti. Já. Þannig þetta er bara til öllum atriðbúðum, sko. Já. Svo leiðilegt líka að vera, þú veist, endalaust að kaupa þessar einnóta grímur, sko. Já, fyrir utan það maður ætti alltaf bara að finna sér 4 svartar og eiga til skiptana. Já. Til þess að þrífa, skilur. Ángríns sem það þarf að duglega því, sko. Það er bara svo óhendut upp á að vera alltaf, að því maður er svo ört að skipta. Ég veit það. En þetta er erfitt, en maður er að læra þetta. Maður er bara, já, maður er að læra þetta. Og vonandi þurfum við ekki að læra þetta forever. Nei, einmitt. Og þú veist, ég held ég mun ekki taka þátt í grímu, þú veist, trendi. Nei. Þú veist, það kemur eitthvað palli eftir grímur eða, þú veist, það er náttúrulega búið að vera alls konar þannig. Já, mér finnst það ekki cute þegar fólk er með einhver svona special homemade grímur og eitthvað. Já, mér finnst það ógeðslega cute, en ég bara svona myndi vera bara svona, ég ætla ekki
að leyfa hausnum mínum að halda þetta sé fara lengur en þetta á að vera. Já, að gera þetta stylish, einmitt. But don't make it stylish, make it go away. Já, sammála. Okay. Make it go away. Goodbye 2020. Ándjók, sko. Herri svona, takk fyrir janúar. Takk fyrir janúar, sjáumst ég ætla að hætta að spá fyrir hvað dagur er. Já. En ég held að við sjáumst næst í febrúar. Vonum það. Vonum að sé komið febrúar. Já. Ég er spenntur í febrúar. Er það? Já. Valentínsdagur. Já. Úlala. See you later. See you later, guys.